Velkomin í Lyklaveldin. Ég ætla að byrja bara á að nefna samstags aðilað þáttarins. Það TM og það Jysk. Ég var skammaður fyrir að segja Jysk síðast. San Pellegrino og A4. En gestir mínir, Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttamaður á Kveik. Og þú hefur nú leitt þessa umfjöllun Bakkakot sem að hefur haft mikil áhrif á þjóðina og ráðamenn. Og Berghildur Erla Bernharðsdóttir. Og þú fjallaðir meðal annars Hjalteyrarmálin og hefur verið með þætti vistheimilin og varst á sín tíma í fréttum RÚV þegar að Breiðavíkurmálin komu upp og fjallaðir einhverju leyti þau. Mér langar bara að byrja kannski á þér. Bara sjá þessu umfjöllun Jónas Bjarna og félaga Bakkakot. Hvernig hvaða áhrif hafði þetta á þig bara með við það að þú tiltölulega nýkomin úr Hjalteyrarmálinu eða fyrir 5 ára síðan? Þetta eru náttúrulega hræðilegar frásagnir eins og frá öllu þessu fólki sem hefur verið að koma fram og greint frá hræðilegri reynslu sinni af svona vistheimilum alveg síðan að Breiðavíkur málið kemur upp. Það sem að versta er að þetta komir alls ekki óvart. Það var árið 2022 sem að ég tek viðtal við Þuríði Sigurjónsdóttur sem að var umsjónarmaður allar rannsóknarskýrsla Alþingis sem að eru sett á eftir að Breiðavíkurdæmi kemur upp. Þau rannsökuðu 11 vistheimili sem voru rekin á vegum ríkisins. Á öllum þeim heimilum kom fram að það hefði verið illmeðferð á börnum. Og í framhaldinu þá fer á stað sanngirnisbóta frumvarpið og þess áttar ég getur ekki það á eftir. En það sem að hún sagði við mig og það kemur fram í viðtali, löngu viðtali sem ég tók við hana árið 2022. Og það svona rétt það bil sem ég að fara á fullt í að gera þættina, að þá segir hún mér að þegar hún tekur viðtali að þau í nefndinni taka viðtali nokkur þúsund manns. Ef ég man rétt, þetta var mikill fjöldi og þá segir hún að þá eftir og ríkið á eftir að rannsaka einkaheimilin og það þarf að gera það vegna þess að ofbeldið þar var skelfilegra heldur en á mörgum sem vistheimila. En þrátt fyrir það voru einkaheimilin undir eftirliti ríkis og sveitafélaga? Við sjáum nú eftirlit, það sem kemur fram í þessum rannsóknarskýrslum hennar og þeirra var að númer 1, 2 og 3, það var ekkert eftirlit og þú getur ímyndað þér að því að heimili sem eru rekin á vegum ríkisins, það er ekkert eftirlit þar. Það var eitt af þeim hlutu sem var komið stað. Þú getur þó ímyndað hvernig það hefur verið með þessi einkaheimili, þessi sveitaheimili sem voru að taka móti börnum. Ég tek það fram vegna þess að auðvitað voru mjög mörg heimili sem voru frábær sem að tóka móti börnum en það voru nokkur heimili sem það voru hræðilegir hlutir að gerast og ég einmitt í kjölfarið af þessu þá auglýsti ég eftir þegar ég var náttúrulega að fara að gera þess að þætti ég auglýsti eftir viðbrögðum við þessu mér svo stofnaði sérstakt netfang til þess að halda utan þegar að fólk væri að láta okkur vita. Við fengum þó nokkuð af viðbrögðum en það var heilmikið í kringu þá þætti sem ég gerði svo síðar en ætlaði svo að halda áfram með það vegna þess að þarna er mjög mikið af frásögnum úti. Það er mikið af hlutum sem eftir að segja frá og mér finnst mikilvægt að við reynum að varpa ljósi á öll þessi mál. Þetta skiptir máli fyrir þetta fólk sem var svipt barnæskunni á þessum stöðum. Já, þetta ekkert mál sem þið byrjuð að vinna í fyrir einhverjum 4 vikum. Fólk heldur ofta að þetta gerist bara mjög hratt. Þetta búið að vera lengi í undirbúningi og þú hefur vitað þessu lengi. Já, við fengum þetta fyrst inn á borð til okkar áramótin 2019-20. Þá var þetta skoðað og svo skall COVID á þannig að þetta dattaðis upp fyrir. Svo fórum við að dusta ríkja þessu svona 2022-2023. Þá voru menn ekki tilbúin að stíga fram. Svo það núna í sumar sem haft samband við okkur og þá eru menn tilbúnir og þá hófst þessi vinna, þannig að þetta búið að taka svona hálft ár núna. Þetta gerist oft þannig að það einhverjir eða einhverjir 2 sem byrja að hafa þörf fyrir að tala þetta og
svona fyllast einhverju reiði bara út af bensku sinni og fortíð og finnst hafa á sig brotið en það átak að fá fleiri með. Þú finnur það sjálfur eða ekki? Byrjaði þetta ekki á einhverjum fáum? Jú, þetta byrjaði raun, ef við skil þá strákana rétt, sko, þá svona fenguðu svolítið styrk hver frá öðrum með því að stofna lokaða Facebook-grúppu, þar sem að þeir smátt og smátt bættu fleirum og fleirum inn sem þeir vissu að hefði verið það í bakkoti og þegar þeir svona sáu smátt og smátt hvað þetta var mikið umfang, hvað þetta væri margir, þetta væri ekki bara 1, 2, þá fenguðu svolítið styrk til þess að stíga fram og gera þetta og það eiginlega byrjaði þetta að einhverju alvöru sko. En ekki líka ábyrrandi að hver og einn jafnvel hélt að hann hefði einn lent í einhverju og þeir fóru ekki aftur sjá því einmitt fyrir en í svona samtali hver við annan að allir höfðu orðið fyrir einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu. Jú, við sjáum það svolítið, það mjög margir sem að telja sig bara hafa verið eina í þessu. Hann minnist á þetta hann Lárus sem var í Budapest í fyrirþættinum hjá okkur. Hann hélt bara alltaf að hann hefði bara einn orðið fyrir einhverju ofbeldi þarna. Svo smátt og smátt rennur upp fyrir nei, það voru miklu fleiri sko. En við höfum nefnt alls konar nöfn. Þórhallur, nafni minn sem var forstöðumaður á Breiðuvík á sín tíma, Einar og Beverly Gíslason sem að ráku Hjalteyri og Þóra Margrún Töluð sem að rak Bakkakot og þetta vera svona andlitin á ofbeldinu og ljótleikanum en það bara risa kerfi undir sem á að sjá til þetta sé í lagi hvernig, sko, og maður skilur eiginlega ekki hvernig allt þetta efsta lag samfélags sem stýrir þessu kerfi getur einhvern veginn látið þetta viðgangast hefur einhvern veginn áttaði á því hvernig þetta þróast þannig að þetta verður bara leyndi fyrir sér langa tíma fyrir þetta springur 20 árum síðar yfirleitt. Sko, ef við erum að tala ef við erum að reyna að finna eitthvað svona eitt sem að gæti mögulega lýst þessu þá væri það hægt að segja sem svo að bara svona upp úr miðri kannski síðustu öld og ég veit ekki kannski eitthvað jafnvel til 2010 eða nei, ég hugsa síðustu aldamóta að þá var svolítið einkennandi í íslensku samfélagi það var einhvers konar virðingarleysi fyrir börnum og fátækt kannski já, þetta er náttúrulega rótgróið hér var barnadauði mjög algengur, þá mjög mikil fátækt við komum einhvern veginn upp úr því svo fer fólk að flytja til Reykjavíkur og það mjög áframir þessi fátækt og barlómur og mikið barnamerð og fólk einhvern veginn í miklum vandræðum, svo þessi vinnuharka, það ekki pláss fyrir börnin, þau verða að sjá sig sjálf, það alltaf þetta vesen með að koma börnunum fyrir og þau eiginlega bara svolítið fyrir og þessi mál einhvern veginn þau bara féllu í skuggan. Og á móti voru börn send í sveit og bændur fengu greitt fyrir að fá börn til þess að vera í sveitum. Og svo eitthvað kerfi þarna sem að tekur við og það náttúrulega það má segja að það sem að mér sýnist að krakkarnir þegar að þau bara eiginlega á flestum heimilum sem að ég hef skoðað, þau reyndu að láta vita af ofbeldinu, það ekki öll sem gera það, en það einhver sem gera það og sem gera það mjög markvisst, en þeim ekki trúað. Það ekki tekið mark á þeim, ef það eitthvað þá það sko, og þá kemur upp þessi gamalgróna litla íslenska samfélag, það meðvirkni hérna, við þurfum að passa upp á hvort annað. Hann Gummi sem að vinna með mér hérna við hliðina, hann svo fít sko. Við erum ekkert að vesnast eitthvað meira með þetta. Hann stundum fullur, stundum leiðilegur, en ég meina ekki svo slæmur. Og svo kannski fá úrræði sem að eru í gangi fyrir, og þetta var sérstaklega upp úr svona 1950, þá mjög mikið af börnum sem virðast hafa verið einhvers konar reiðuleysi, þessi málflokkur var risastór og það voru ekkit, það vantaði heila aðila til að taka við þessu, það var bara mikið vesen í samfélaginu en bara til að skilja af hverju það ekki tekið á þessum málum
það bara einhvers konar meðvirkni, það skömm, það virðingarleysi gagnvart börnum, það þekkingarleysi og það engin umræða að þetta geti mögulega á sér stað. Þess vegna skiptir umræðan og allar þessar afhjúpanir síðustu ára, þetta skiptir svo miklu máli því með þessu erum við að læra svo mikið. En mér finnst samt svo ábyrjandi eins og í þessu bakkotsmáli að það búið að flagga margoft. Það einhver einstaklingur sem að kvartar skólinn á var það ekki Hvolsvelli sem að verður var við hvernig að dreng líður ekki vel á þessum stað, barnaverndaryfirvöld í Vestmannaeyjum bregðast reynda við, barnaverndaryfirvöld í Kópavogi gefa sér mjög langan tíma, þannig að það vitneskja að aðstæður séu slæmar en það ekki brugðust við. Það ekki alltaf gegnum gangandi með drengin í bakkot? Jú, og eins og við sögðum frá í seinniþættinum að Reykjavíkborg heldur áfram að senda börnana 3 ár eftir að það staðfest ofbeldi. Já. Það náttúrulega bara, við erum ekki að tala um 1950, við erum að tala um 2002-2005 sko. Man náttúrulega bara skilur þetta ekki. Nei. Hvað klikkar þarna? En sko, hvað þurfti til? Ég meina, börnin kvörtuðu og þau kvörtuðu foreldra, en var þetta oft komið á þann stað að þetta var komið í almenna umræðu og í einhverju valdakerfi, var meðvitað verið að skrúfa fyrir þessar upplýsingar eða var þetta kæruleysi? Þú veist, hvernig hægt einhvern veginn að greina þetta? Það náttúrulega bara mjög erfitt sko. Ég alltaf tristi mér til þess sko, að greina hvað klikkaði þarna. Það náttúrulega það sem bara lítur að vera að skoða núna. Það verður skipið einhver rannsókn sem að mun skoða þessi mál og hún hlýtur að fara onni í þetta. Þetta meðvitað, þetta kæruleysi eða þú veist, hvað þetta? Ok, mér langar að ræða þessar nefndir og rannsóknarnefndir og nú var fín frétt í gær á RÚV þar sem að fjalla hvernig 4 ráðuneyt ætla að bregðast við þessum málum og þar sér maður að það á að stofna einhverjar nefndir og það á að skoða líka með sanngirnisbætur og endurvekja þau lög og það líka verið að tala að það vera einhver svona, hvað kallast það, einhver fundur, einhver samráðsfundur eða eitthvað sem allir að koma saman og ræða þetta. Og ég skal bara viðurkenna að þessi viðbröður nákvæmlega eins í hvert skipti og þessi mál koma upp og það eitthvað svona rosa viðbragt og nú á ég eitt skipti fyrir öll að gera eitthvað með þetta. Bara Hjalteyramálið. Það hefur ekkert komið út úr því fyrir þau börn sem eða það manneskjur sem lentu þar í erfiðleikum. Og það hefur verið athyglisvert að sjá að í raun og veru það ekkert ósvipa máli eins og Bakkakotsmálið. Þar var allt þetta líkamlega, andlega, kynferðislega ofbeldi á stórum hópi barna á 8. áratug síðustu aldar. Þau reyna að láta vita, Akureyrarbær látin vita, skóla yfirvöldur látin vita, prestarnir látin vita, þeir fara í heimsókn og barnaverndar yfirvöld og svo framvegis, en það einhvern veginn gerist ekkert. Ólafur biskup, ekki sem biskup reyndar þá, en hann fer á staðinn að reyna að gera einhver úttekt. Já, hann gerir úttekt og fleiri prestar og það sem að mér fannst svo skelfilegt líka þar að börnin voru lokuð svo mikið inni og það var svona lítil geymsla, ég veit ekki, hafi ekki séð þetta í svona eldri húsum, þá geymsla undir stiga. Jú. Og hún svona alveg gluggalaus og ég skoðaði þessa geymslu og ég talaði við fólk að því ég gerði þátt Hjalteyri og svo komu svona frásagnir í kjölfari eins og í Bakkakotsmálinu og það voru allavega 2, ekki 3 sem sögðu mig frá því að þau voru lokuð inn í þessari geymslu í viku og þau fengu bara ekkert að borða, þau fengu eitthvað keks eða hvort það var bara vatn, þau þurftu að gera þarfir sínar. Þetta voru lítil börn sem voru lokuð inn í þessari geymslu. Eftir svona kannski viku voru þau tekin fram og þá voru þau eitt lífstíð og hann var settur í svona stálbala og hún skrúpa honum bakið með svona stálbusta sem notaður til þess að þrífa. Þetta voru svo skelfilega frásagnir, þannig að það semst þegar það mál kemur upp, þá náttúrulega kemur fram hjá dómsmálaráðuneytinu að það settur á staðinn hópur til þess að fara yfir þetta mál. Þetta árið 2021
og það svona formaður vinnuhóps og svo kemur Jón Gunnarsson, hann dómsmálaráðherra, hann nefnir það í fjölmiðlum að þessi hópur eiga að fá 410 milljónir í skaðabætur, að það sé búið að ráðstafa þeim fjárhæðum til hópsins. Þetta minnum við 40-50 börn sem voru þarna á þessum tíma, en svo gerist ekki neitt. Og þau hafa ekki ennþá fengið greiddar. Nei, og það sem svo sorglegt, að það sem ég hluti af risastórum hópi fólk sem hefur verið á vistheimilum og að berjast fyrir sanngirni í sínum málum. Þetta þá fólk sem hafa komið upp ofbeldismál eftir að síðustu mál, það sem var þó greitt eitthvað úr. Og það sem ég sé þar sárindi hjá fólki yfir því að ráðamenn núna komi fram og hrópi að þeir ætla að gera hitt og þetta og eins og þú ert búin að reka, að það var svoleiðis að bregðast við, en fólk lýsir því og ég vorði vitnaði vegna þess að ég stundum í sési tölvupóstni hjá fólki sem að senda á ráðuneytið hvernig stendur mitt mál, hvernig standa þessi mál, og þau segja bara, what? Við erum búin að vera að berjast fyrir okkar málu sem ekkert ólík þessum Bakkakots málum, þessu ofbeldi sem var þar. Það var ekkert gerst. Og þá hugsa fólk býtu, hvað ráðamenn að hugsa? Akkur ekki, það löngu vitað að svona mál að koma upp, munu koma upp, og það þarf að vera eitthvað opinbert ferli sem tekur við þessu. Þetta má ekki vera alltaf bara svona að það verði einhver rosaleg viðbröð í fjölmiðlum og svo deyr þetta bara út. En maður finnur það líka eins og með Bakkakot að það eru svona aðalnefndir og einhverja undirnefndir, það einhverja barnaverndarnefndir í héraði sem að fara og gera úttekt, og það vantar einhvern veginn svona þessa fjarlægð, einhver komi, og líka hvernig úttektna voru framkvæmdar. Segðu okkur aðeins frá því. Það náttúrulega fyrsta lagi, sveitarfélögin eru með eftirlitið og við vitum bara sveitarfélögin eru sumhver alveg pínu lítið og það hlýtur bara að vera allt og mikið nálægð. Það þekkjast allir. Farðu heim til hans Gumma og tjekka hvernig hann hefur það og hvort sé ekki allt í lagi. Þetta náttúrulega gengur ekki, og svo náttúrulega gengur ekki, held ég, þessar boðuðu heimsóknir. Hvers konar eftirlit það? Ég ringi þig Þórhallur, ég ætla að koma til þín á miðvikudaginn klukkan 2 og tjekka hvort sé ekki allt í lagi að þér. Þá náttúrulega gerir þú allt hreint og fínt að þér. Nú ekki sérfræðingur eftirlitsmálum, en ég held að svona eftirlit gangi ekki. Eins og var marglýst í þáttunum í okkur, þeir muna það strákarnir að hann eftirliti komið heimsókn, þá var farið með þá í sund, þeir voru þrifnir, fengu pítsur og jafnvel bara kvöldvaka og rosa gaman, þá bara fennir yfir allt þetta slæma. Þannig að þegar eftirliti kemur loksins í heimsókn, þá. En það líka áhugavert að það eru 2 fullorðnir einstaklingar á bænum. Það bóndinn sem eiginmaður Þóru, og það eins og hann komi bara ekkert við sögu. Hann hvorki maður sem kemur í veg fyrir eitthvað, eða það að hann beiti einhvern ofbeldi eða eitthvað slíkt. Hvað getur þú sagt um það? Ég held ég verið nú að fara svolítið varlega núna, en ég geta þó allavega sagt að strákarnir sögðu það allir að hann hefði aldrei beitt á ofbeldi. Þeir sögðu að hann hefði verið ákveðinn og alveg geta verið reiður við þá, en hann hefði aldrei lagt hendur á þá. En það eitthvað afskiptarleysi þarna, hann hlýtur að hafa verið meðvitaður ástandið á heimilinu eða á húsfreyjunni. Mjög erfitt með að fullyrða nokkuð það því miður, og þeir vildu lítið tjá sig það strákarnir, þeir settu hann svolítið út fyrir sviga, hvað allir þessi mál varða, en jú, maður getur svo sem ímynda sér að hann hljóta að vita það af einhverju. En að því að við tölum með einstaklingana og einmitt með Þóru, og svo fullorðinn einstaklingur sem býr með henni, og svo einhver sem að yfir einhverjum nefndum í héraðinu, og svo svona yfirvöld alveg upp í bara hæsta lag og jafnvel upp í ráðherra og hvaðina. Þannig að þegar þú upplifir sem barn að þú ert búin að kvarta einu sinni, og það kemur eitthvað yfirvöld sem segir, nei, þetta ekki rétt hjá þér. Hversu líklegt þú þorir að kvarta eða segja frá þessari illu meðferð þegar þú finnur einhvern veginn að valda fólk samfélagsins mun aldrei trúa þér? Það lýsa þessu svo vel. Ég tók viðtal við þó nokkuð margar konur sem að voru úlingar og ungmenni á Laugalandi og Varpholti
og það var nú alveg rekið til ásins 2007. Það er nákvæmlega sama sem gerist þar eins og kemur fram í Bakkakotsmálinu að þegar að eftirliti var að koma og stundum var það Bragi Guðbrandsson sjálfur sem var yfir barnaverndarstofu á þessum tíma sem var að koma í eftirlit, þá var allt hrifið og þá var sem sagt bara reynt að hafa allt eins slétt og fellt eins og hægt var. Þær fóru svo og þær lýstu því, ég man ekki, það voru þó nokkrar sem sögðu mig frá því að þær höfðu kannski farið svo inn til Braga og sagt honum frá einhverjum málum en svo sagði þær sko, svo fór hann kannski bara og fór að skemmta sér með Ingjaldi, manninu sem var verið að kvarta undan og það var ekkert gert í málinu heldur, var svo máli tekið fyrir af Ingjaldi á sérstökum fundi þar sem að þær voru skammaðar fyrir að gjöra svo vel að vera að klaga. Þær voru, ég fekk líka frásagnir þar vegna þess að það náttúrulega kemur fram í rannsókn sem var gerð á heimilinu og það var þetta andlega, þau verða uppvís, það er sem sagt í rannsókninni kemur fram andlegt og einhverjum leiti líkalegt ofbeldi að þær leita líka til sálfræðings einhverja þeirra og er að segja frá hræðilegum hlutum, það er líka tekið fyrir á fundi með öllum. Þannig að upplýsingar frá sálfræðingi koma til forstöðumanns sem að snýrði gegn þeim. Og þetta var svona sko, og þær voru smánaðar, þú veist, þær voru kannski, þetta voru meðal annars stelpur sem hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, þess vegna nauðgunum eða þess áttar og það voru alls konar erfið mál. Áður en þær koma og þær eru kannski hjá sálfræðingi og eru að segja frá sínum hræðilegum málum. Þær sögðu mér að þegar þær hefðu kannski verið að segja frá einhverju svona, það hefðu bara verið tekið fyrir og þær kallaðar hórur á sameiginlegum fundi. Ef þær myndu nú gera hitt eða þetta og þær bara hórur og ystikaði. Þannig var sko svona, þær voru svo smánaðar og það var svo mikið kynbundið ofbeldi líka þar sko. Þetta var svona virtist vera marglaga ofbeldi þar. Þannig að ég held að þetta hafi varandi það þegar börn er að segja frá, það er ekkert svo langt síðan að við fórum að trúa börnum. Og þegar börn voru kannski að reyna að segja frá ofbeldi gagnvart sér eða hvað þá einhverju kynferðislegu ofbeldi, það var bara, það var eins og samfélag væri ekki móttekilegt fyrir því. En þegar maður rennir yfir sko öll þessi heimili sem að komu eða beittu börnofbeldi eða komu illa fram við börn og þar sem að vistmenn hafa fengið sanngirnisbætur, þetta eru fjölmörg heimili á vegum ríkisins. Þetta er bæði unglingaheimilið og upptökuheimilið og þetta er Bjarg og Jaðar, Silungapollur, Breiðuvík og ábyggilega 10-12 og það er búið að greiða einhverja 2 milljarða í sanngirnisbætur. 3 milljarða árið 2018, það voru 1100 manns sem fengu bætur á þessum tíma. Og þá hugsa maður með þessi líka, sko, ríkið kemst svo billega frá þessum málum með því að greiða sanngirnisbætur, en vitum við einhvern veginn, sko, þetta eru smá peningar til hvers og eins einstaklings. Eins og með Bakkotsstrengina, peningarnir er ekki málið. Ég get náttúrulega ekki tala fyrir þeirra hönd, en ég held að sem er réttið þar, ég held að peningar skipti þá engum máli, með að við þessar uppar við reiknaði þetta rétt, þetta eru kannski 2-3 milljónir á mann. Hæstu voru 7,5 milljónir og þetta var greitt út og Guðrún Ögmundsdóttir var yfir sem hóp á sínum tíma, þetta var greitt út 2018 manni. Þetta er ekki miklir peningar. Nei. Fyrir ef að lífmanns er ónýtt sko, þá er þetta náttúrulega ekki miklir peningar en hvað strákana varðar Bakkotsstrákan þá skynja ég rosalega sterkt á þeim að aðalatriði fyrir þeim er að fá að segja sögu, fá að opna sögu þetta, að það sé viðurkennt að það hafi verið brotið á þeim og að þeim sé trúað. Það er, ég skynja það mjög sterkt á þeim að það er það sem að skiptir á mestu máli og ég skynja það mjög sterkt á þeim að þeim líður miklu betur í dag en þeim gerði áður en þátturinn fór í loftið. Það er bara þungu fargjaðum létt. Og þeir hafa fengið líka bara viðurkenning út í samfélaginu og fjöldi fólk sem kemur til þeirra og kannski skömmin að einhverju leyti
minni algjörlega. en þá spyr maður sko, það þarf einhverju eftirfylgni vegna þess að það ekki þar með satt að þeir séu bara einhvern veginn orðnir hamingjusamir einstaklingar til langs tíma, það þarf eitthvað meira er það ekki, heldur en bara mánaðar spjall hjá ráðherrum að nú eigi að bregðast við og gera ýmislegt. Ég er bara að segja að þetta er oft svo þunn viðbrögð sem að koma. Ég held að sé nú alveg sama hvað er gert, sko barnaskæðar verður aldrei bætt. Nei. En það sem þeir tala líka allir er að þeir vilja sjá breytingar í nútímanum. Þeir vilja að þeirra saga verði til þess að eitthvað breytist og eitthvað batni og börn í dag verði ekki fyrir því sem að þeir eruðu fyrir. Þetta skiptir þá rosalega miklu máli. En erum við með einhverju tryggingu fyrir því? Af því að þetta eru 20 ára gömul mál og 18 til 20 ára gömul mál. Erum við eitthvað á þetta eftir að gerast aftur 20 ára? Við förum að ræða tímabilið í dag. Sko, í tengslum við vistheimilistættina þegar ég gerði þá talaði ég við Sæunni Kjartansdóttur sem er sérfræðingur, hún er sálgreinir og er sérfræðingur í börnum og áföllum barna. Já. Og ég man svo vel hvað hún sagði að ef að við vöndum okkur ekki betur þegar kemur á börnum í dag, þá megum við búast við því að það verði farið fram að stjórnvöld það verði krafin sanngirnisbætur eftir einhverja áratugi vegna þess að við erum að bregðast börnum ennþá daginn í dag. Auðvitað hefur samfélagi lagast mikið, það er miklu meiri þekking, það er miklu meiri, við vitum það, ég þarf svo sem ekki að lýsa því, en það er á margan hátt sem að við erum ekki að standa á okkur og þá er ég að tala til dæmis þau börn sem eru í vanda, hafa lent í alvarlegur fíkniefnaneyslu eða eru í miklum hegðunarvanda, að þetta kerfi sem á að taka við þeim, það hefur ekki verið að standa sig. Við sem samfélag höfum ekki verið að standa okkur þegar kemur að grípa þessi börn og fjölskyldur þeirra. Og kannski sko ef við viljum hugsa eitt dæmi því að nefni þetta sérstaklega, þá eru það drengirnir sem að þurftu og fundu ekki að neitt innan kerfisins hér gæti gripið á eða fjölskyldu þeirra og fóru til Suður Afríku til þess að leita sér bóta þar. Reyndar er svolítið skrítið að þar er sko rosa harka. Þeir vil ekki vera með síma eða annað. Hér erum við komið svo langt í hina áttina að þegar kemur þessu kerfi. Við getum nefnt það á eftir. En þarna eru þeir og þetta er algjör þrautalending. Hvað gerist svo og svo fer faðir eins drengsins þarna og systir hans og amma og þau eru að heimsækja hann fyrir jólin og það verður þetta hræðilega bílslys. Hvað er þetta mál, bara þetta, eitthvað það sorglegasta sem við getum séð í dag hvernig við erum að bregðast þessum börnum í sárum vanda og það eru til nógum peningar. Það er til í þessu samfélagi, það er ekki vandamáli. En stóra vandamálið er kannski, og það sem að Unnar nefndi í viðtali, að hann vill einhvern veginn að hann segir kerfið er til staðar og kerfið var til staðar og það var allt rétt sem kerfi, þetta voru bara manneskjur í kerfinu sem brugðust. Er það ekki... Já, það sem Unnar sagði reyndar hann sagði kerfið brást ekki neitt. Nei. Kerfið var svona. Já, eða kerfið var svona. Það brást ekki í kerfinu, það var bara byggt svona. Það var eftirlit, það voru skýrslur, það voru pappirar, það voru greiðslur. Það fór allt fram eftir kerfinu. Kerfið brást ekki, kerfið var hannað svona. En að því að okkur tíðrætt kerfi, já, að það þurfa að breyta kerfum og við tölum þetta eins og þetta sé einhver hlutur. Já. En allt kerfið er byggt upp á einstaklingum og manneskjum og einhverjum sem á að flagga og við heyrum það til dæmis að það er fjöldi fólks sem hefur starfað í barnaverndarnefndum sem hefur reynt að koma upplýsingum á framfæri en verið taka niður, skýrslur faldar og þau hrættum að missa hreinlega vinnuna ef þau láta vita af einhverju óeðlu. Þetta hefur komið upp í kringu þetta mál til dæmis, ákvæmsmálið.
við höfum alveg talað við starfsmenn barnaverndarnefnda sem að bara þora ekki að tala og bara eru alveg skítrætt við að koma fram og ræða þessi mál kannski einhver leiti eðlilega, bara hrætt við starf sitt og hrætt við yfirmenn sína og svo framvegis sko. En þá segir mér, ok, einstaklingur sem starfar inn í kerfinu, ég hata orðið kerfi. Já, ég veit það. En því að við fólkið erum í raun og veru bara kerfið, sko. Já, en þetta er eins og þegar við tölum um orðið ferlar Já, og einhvern veginn, svo er þetta bara búið til sem eitthvað alibi fyrir einhverju systemi. En það breytir ekki í að þarna er einhverjir sem eru, getum við kallað á gólfinu, að vinna með börnunum, sem eru að flagga við einhvern yfirmann sem að vill ekki að þetta komist upp á yfirborðið og fólk er hrætt starf sitt. Það er einhver svona ógn allstaðar í systeminu sjálfu. Já, og þá fyrir maður að velta fyrir sér. Þarf að vera eftirlit með eftirlitinu eða þú veist, þetta er sko í raun og veru, þú veist, hver er lausnin á þessu? Ég held að lausnin að minnsta kosti ein stór og mikilvæg lausn er að þegar það er eitthvað að í þessum málaflokkum, þegar kemur á börnum eða þeim sem á einhvern hátt eru minni máttar í samfélaginu, þegar það kemur upp að það sé rætt um það, að það sé kastað á það ljósi og við ræðum um það og þar með er miklu meiri meðvitund hvað við getum gert svo þetta kom ekki upp á. Aftur og aftur og aftur. En erum við ekki alltaf jafn meðvindalaus? Vegna þess að við erum að treysta einhverju systemi og það sem að hérna nú er ég búin að nota system fyrir kerfi sem er alveg svo sem það sama en það sem ég á kannski við er að eitt af því sem að yfirvöld alltaf gera núna til dæmis er að auka eftirlit. Já. Og þá fær maður alltaf svona þessa tilfinningu að það verði stundum of þungt. Auðvitað. Og þetta er orðið of margir að hræra og alltaf er þetta síðan mannlegir eiginleika sem að fell okkur á endanum, það eru tengsl, það er meðvirkni, það er að ég trúi frekar þessum einstaklingi sem hefur einhverja menntun frekar en einhverju barni sem kemur úr erfiðum aðstæðum. Erum við ekki alltaf að sitja upp með þessa? Jú, auðvitað. Sko, hvernig á að gera þetta? Það er rúklega bara mjög erfitt að finna einhverja endanlega lausn og mér fannst til dæmis, ég spurði Sæjunni sem er algjör snillingur í þessum Sæjunni Kjartansdóttur, hvernig getum við komið auga á ofbeldi? Hvernig getum við passað að senda ekki börnin okkar í einhverja ofbeldisastæður? Vegna þess að fólk sem beitir börn ofbeldi, og það var það sem ég komst að til dæmis, er ofta alveg rosalega hrifandi. Þau Befili og Einar, þau voru áttu það til að vera óbúslega hrifandi og samfærandi. Það eru fleiri svona ofbeldisfólk, ég veit að Ingjaldur kom mjög vel fyrir. Ég gerði þætt úlingaheimili ríkisins sem var oft á tíðum hræðilegi hlutir. Forstöðumaðurinn þar var mjög hrifandi. Þannig hvernig eigum við að finna þetta út? Það eigum við að senda fólk sem er yfir börnum í einhvers konar persónuleikapróf. Hún sagði mig líka að ofbeldi, það er oft þannig og það þróast að það er einhver einstaklingur sem er með eitthvað í sér, það er eitthvað reiðuviðbragð, oft á tíðum hefur fólk sjálft orðið fyrir gríðarlegum áföllum, jafnvel ofbeldi, það er engin regla en það getur verið og ekki tekist að vinna úr málunum, en það sem að gerist varandi þróun á ofbeldi er að það gerist eitthvað eitt og þú kannski missir stjórn á skapiðinu og slærið einhvern og þú kemst upp með þetta. Það er þetta einhvern veginn að komast upp með hlutina, svo gerist þetta aftur og þá getur viðkomandi slegið tvisvar og svo getur ofbeldi þróast og orðið svo alvarlegar af því það er enginn sem að stoppar það. Og kannski að því leyti þá þarf einhvers konar eftirlit að koma þá og það þarf einhvern veginn að sjá þegar eitthvað svona ferli í gangi og við þurfum kannski til þess að hægt sé að taka á þessu, þá þurfum við að taka þessa skömm sem að þeir sem beita ofbeldi hafa til þeir hafa svo erfitt líka. Það er erfitt held ég fyrir fólk að vera ofbeldismaðurinn að einhvern veginn að samfélagi geti bara komiði út úr hólunum ykkar og leitiði hjálpar, við skulum reyna að aðstoða ykkur eftir megni
skiljiði þannig að Já, þetta já. sé ekki alltaf þessu óbúslegi feluleikar. Eitt varðandi feluleikin og kannski hversu auðveldur hann verður, það þegar er verið að senda börn sko langt frá heimilinu þeirra og úr umhverfinu og inn í eitthvað nýtt bæjarfélag eða sveitafélag. Er það ein meinsemdin í þessu mögulega? Ef þú bara svona veltið því upp að hvort að eigi að sinna börnum meira bara inn í nær umhverfinu? Er ekki hugmyndu stundum með að senda börn, taka þau út úr einhverju umhverju og Já. setja þau inn í eitthvað allt annað umhverju? Er það ekki einhver svona hugmynd að fara þau langt frá til dæmis Reykjavík, þar sem er einhverja freistingar í boði og bara fara þau með alveg hinum einn á landinu? Ég meina, jú, eflaust er það getur að vera mjög slæmt að fólk til dæmis börn séu mjög fjarri til dæmis foreldrum sínum. Þetta var nefnt á máltingi sem var á föstudaginn hjá svona félagsmála fulltrúum eða fólk í félagsþjónustu og þá var talað það eigum við að fara að vinna þetta nær sem sagt stöðum barnanna. Þá getur enginn einhvern veginn svona falið sig Já. og yfirleitt er þetta einhver þekkt hegðun Já. inn í umhverfinu. Þannig að þú veist, nú er ég bara farin að velta fyrir einhverjum, Hvernig getum þú veist, við já, leyst maður þetta? einhvern veginn langað vegna þess að ég held að ég get ekki falið að það truflar mig að sjá endurtekið leiða og sára ráðherra sem er í sjokki yfir einhverju umfjöllun hvað það er og þeir ætla einhvern veginn að bregðast við og svo erum við að flytja fréttir af því nokkur mánu seinna ekkert hefur gerst eða þetta var bara tímabundið. Þetta er rosalega mikið déjà vu, allt Já. þetta og Já. ég get svona sem viðurkennt að hér að eða þegar við fengum þetta mál fyrst inn á borð, Já. þá hugsuðu við, er þetta bara enn eitt svona málið? Er búið að segja þessa frétt nógu oft? Við hugsuðum þessa hugsun. Ég veit. Svo komastu bara þeirri niðurstöðu, nei, við getum ekki sagt þessa frétt. Já. Við verðum að gera þetta. Þráttur þetta sé enn eitt skiptið sem þessi frétt sé sögð, sko. En ég held nú að fyrsta skref sé að færa eftirlitið frá sveitafélagunum. Ég held að það getur ekki, þessi litlu sveitafélög get ekki sinnt þessu. Það hefur ekki fjárráð og það er allt of mikil nánd. Það verður bara að koma einhver utanakomandi og sinna eftirlitið. Ég held að hljóta vera. Og svo verða menn að hætta þessu boðaða eftirlitið. Já, það er alveg líki. Ég held að þetta séu tvö atriði sem væri hægt að laga. Já. Ég sem bara leikmaður, ég held að þetta hljóta að vera einhver byrjun, sko. Kannski snýst þetta ekki að auka eftirlitið, þetta snýst að bæta það. Já, og í öllu þessu hverjir eru aftur ekkert okkur án okkar. Mér minnir að þetta sé komið frá öryrkja sambandinu, ekkert okkur án okkar. Ég held að þegar verið að hugsa svona kerfi upp og nýtt, þá þurfi að tala við þau sem að voru í kerfunum og biðja þau að segja hvernig ætti þetta alls ekki að vera. Því þar er mesti lærdómurinn. En þú talaðir aðan, eða vísaði aðan í Sæunni Kjartans og þar sem hún segir að þetta er eftir að koma upp með börn okkar. Og þá fer maður að horfa í kringu sig og hugsa með sér bara með eins og leikskólamálin að við erum ekki að sinna hérna og manna nægilega vel alla þessa umsýslu. Það er verið að sinna fötluðum einstaklingum og annaði þeimdur og nokkuð mál sem við nefndum ekki reyndar áðan, það var brot gegn fötluðum einstaklingum og í heyrnleysingjaskólanum á sínum tíma. Algjörlega, hræðileg. Já, og þetta eru í rauninni er þetta allt fólk sem á svo erfitt með að tjá sig það sem er að gerast. Þannig að ég velti fyrir mér erum við núna kannski að horfa upp á að þetta sé í kringum okkur? Já, eins og ég sagði, það er það meina ég ekki bara þegar að vandræða eða börn sem eiga vandræðum eru vistuð heldur líka bara í því umhverfi sem okkur þykir eðlilegt að sinna. Ef ég man rétt þá nefndi Sæunn að við séum að setja börn allt of ung á leikskóla. Þau hafi ekki þroska, heilin hafi ekki nægum þroska. Sko, mér minnir, og ég þór ekki alveg að, mér minnir hún hafi sagt að það væri of ung, börnin væri of ung þegar þau væri sett á leikskóla innan fullt af öðrum börnum og þau væri ekki nema 12 mánaða.
minnir það, en ég þór ekki alveg að fara með það, en hún sagði að það væri mistök að vera að setja of ung börn á leikskóla. Það geti mögulega haft neikvæð áhrif á þroska þeirra. Við erum náttúrulega bara það mikill hraði, við vitum bara hvernig samfélagið og hverjir eru neikvæði þættirnir í samfélaginu í dag. Þú varst nú að tala hérna tíman sko hérna í kringu 1950-80 þar sem að var erfileikar og mikið álag á fjölskyldum. Ég meina, erum við ekki að tala að það sé ekkert ósvipað þó þetta sé aðri tímar, en það bara varandi það að ríki og sveitarfélög þurfa að sinna rosalega mikill þjónustu við fjölskyldur og börn. Já. Og þá byrjar kerfin að fara úrskeiðis að einhverju leyti. Já, maður þorir ekki að segja mikið þá maður komin inn í pólitík og annað, það er náttúrulega endalaust rifist. Það hvað búið að vera, hérna er búin að vera fréttamaður lengi, reiðir foreldrar sem veru með fundi niður í ráðhúsi vegna þess að það vantar leikskólaplás fyrir börnin þeirra. Þetta búið í 30 ár. Og sama tíma þá verið að benda á það að börn megi ekki vera nema svo og svo lengi á leikskólum, annars það bara ekki nógu gott fyrir þau. Hver lausnin sko, hvort að það búið að vera að reyna að stytta hérna vinnutíma hjá allavega einhverju stéttum, en jú, auðvitað það er endalaust sem við getum bætt úr, en það sem að mér finnst kannski alvarlegast að þeir sem að, eins og þú ert að nefna, þeir sem að hafa kannski ekki rödd, eins og olnbogabörn, eins og að það virðist vera að kerfi sé að bregðast þeim börnum ennþá. Og á sama tíma það virðist vera einhvers konar, þið veitir svona kerfi kringu börnin minni, sko öll þessi mál sem kom upp, þau kom út af því það er rosalega mikið harneski gagnvart börnum, það er svona ofboðslegur ægi, það er svona virðingarleysi, pendúllinn virðist hafa farið algjörlega í hinn áttina. Og þá áttu við að það sé meira agaleysi eða kannski... Já, meðan við þær lýsingar sem ég hef fengið til dæmis frá meðferðarheimili, þar sem að 6 eða 7 starfsmenn lýstu að það var algjört agaleysi á meðferðarheimilinu, krakkarnir sem væri þar, þeir var að koma bara inn með fíkniefni, sem hefðu komið þarna út að hegðunarvanda færu í meiri neyslu, þau fengi að jafnvel að kveikja í án alvarlegra afleiðinga vegna út af, og þá alltaf vísað í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Núna má til dæmis ekki leita á börnum, þannig að þau geta komið inn með hluti að þeir fara í bæjarleyfi og svona, þannig að þau voru í raun og vera að lýsa því að það er bara einhverjum börnum sem kannski bara versnar af því að það er ekki nægilegu rammi. Og ég talaði einmitt við stelpu sem hafi verið á svona heimili, hún sagði að sér hefði versnað mikið, hún fór í botnlausa neyslu og hún kallaði eftir meiri ramma í kringum þessi mál. Þannig að, þú veist, við erum förum kannski öfganastundum á milli. Og eflaust segir Barnaverndarstofa, segir þeir sem stýra þessum málum í dag að þetta sé öðruvísi farið og hlutnir hafa breyst. Þetta er erfið mál. En það er svo greinilt samt sem áður að við ættum í rauninni að geta rakið ábyrgðaraðilina alveg upp keðjuna eins og hægt var að rekja varandi Vestmannaeyjabæ sem að grípur inn í þegar að þau sjá áverka á drengnum frá Bakkakoti sem kemur til Vestmannaeyja og þau hætt að senda börn þá. En mér finnst að við þyrftum eiginlega að fá sko, einhvern veginn fram hvaða einstaklingar brugðust rétt við og hjálpuðu börnum og jafnvel björguðu þeim og þeir einstaklingar sem einhvern veginn létu hlutina viðgangast. Þá getum við kannski hætt að tala um kerfi og farið einhvern veginn að greina ábyrgðarkeðjuna betur. Er það eitthvað sem til ómikils mælst? Nei, ekkert endilega. Ég meina, það var nú bara að gerast núna rétt á hana að Kópavogsbær var að biðjast afsökunar á sínum hluti í þessu bakkotsmáli. Að þar gerist það að það kemst upp staðfest ofbeldi gegn barni þarna í apríl 2002. Kópavogsbær kemur á staðinn, þeir eru með barn þarna á sínum vegum. Þeir koma á staðinn og segja, nánast segja bara, ok, barni verður bara áfram. Sem er náttúrulega
ég held að sjá það allir, það algjörlega galið sko. Þannig að barnið þar í allavega 2 mánuði viðbútt og þá kemur þetta barnavernda stofa á sig, heyrðu, við mælum ekki lengur með fóstri hér. Kópavogsbær var bara núna rétt á hana að biðjast afsökunar á þessu formlega og svo er Reykjavíkurborg sem á mögulega á eftir að biðjast afsökunar en þeir voru að senda börn þarna í 3 ár eftir staðfest ofbeldi og eftir ábendingar sem að aftur hlýtur að teljast bara galin hegðun sko, að senda börnin í þessar staðfestu vondu aðstæður í 3 ár. Það kom á óvart þegar Bragi Guðbrands kom í viðtal og rúf og talaði mitt þetta að hann hefði ekki vitað á sérstökum heimilum og væri ekki kunnugt bakkakot og þetta væri ofta ábyrgð annara aðila og maður hugsa þarna sko passar þetta bara stemmir þetta að þetta hafi verið svona fjarlægt honum. Sko maður velti því fyrir sér hann sjálfs með umsjón yfir mörgum heimilum á þessum tíma, var hann að vinna vinnunni sína nægilega, brást hann rétt við, er hann bara vill íta þessu út af borðinu, út af hversu alvarlegt málið er. Það má kannski nefna það að hann er náttúrulega eftirlitsaðili á Laugalandi og kemur þangað í heimsóknir, ég held að hann hafi komið líka á Varpholt, ég manna það ekki alveg, en þar töluðu stelpunum við hann, lýstu alvarlegum hlutum, hann brást ekki við. Hann hafði svo samband að minnsta kosti við einn viðmælanda minn sem sagði mér að hann hefði hringt í hana og spurt hana að það sem að hún lýsti hvort það væri ekki bara falskar minningar. Ég bað hann að koma í viðtal við mig fyrir þáttunum Laugaland Varpholt, hann hafði ekki áhuga á því og nefndi einmitt við mig hvort að það gæti verið að ég hefði hugsað mér að þetta væri eitthvað svona falska minningar. Þannig að sko það sem ég var svolítið hissa á að mér finnst hann svolítið fyrir þó nokkur síðan mér finnst hann ekki allavega traustverður lengur og mér fannst það bara strax þarna þegar ég sé hans meðferð á þessu máli, þarna þessu heimili, Laugalandi Varpholti. Þannig að sko, ég hef ekki búist við einu öðru með mína reynslu. Sko. Einn aðili til dæmis á Akureyri, Jón Björnsson hefði ekki rétt. Sálfræðingur. Og þetta maður sem að í raunum á segja að hafi komið í veg fyrir að mögulega fleiri börn leittust eða fóru á heimilið. Var það ekki sámaður sem að svona vakti athygli og það væri ekki allt í lagi og hjálptir? Jú, hann vekur athygli á því þar. Það er hann sem að, einmitt, honum berst til eyrna að þarna hafi minni börnin komið til hans og nefndi hann ofbeldi sem þau urðu fyrir og hann er meðal þeirra en það var ekki bara hann, það var þarna móðir og hjaltiri sem að börn koma til og greina frá hrikalegum hlutum sem að þau orðið fyrir. Þannig að það voru svona nokkrir aðilar sem betur fer sem kveikja þarna einhvers konar viðvörunar ljós. Þannig að það er alltaf einhver sem að er þó að flagga en það er alltaf aðrir sem eru tilbúnir að svæfa það niður og stoppa það umræðan haldi áfram. Já, eins og þessi bakkotsmáli, það eru þarna einstaklingar sem að vissulega grípa til einhver aðgerða, það er kennari í Hvolsskóla sem að bjargar einum drengnum frá bakkoti og færir hann yfir á annan bæ, gerir það vissulega, en maður spyr sig, hefði viðkomandi átt að gera eitthvað meira, flagga, sko starra flaggi heldur bara þessu litla, sko. Það er þetta nágranni sem tilkynir ofbeldi sem er svo staðfest af Vestmannaeyjabæ, þannig 2002, við skilst að sá nágranni hafi reyndar tilkynnt fleiri brot sko, en það virðist vera einhvern veginn að þetta er náttúrulega pínlítið samfélag þarna og það er einhvern veginn kannski bara menn þor ekki að tala mikið þetta sko, verður einhver svona stemning sko, það skulle bara ekkert vera að tala þetta og mikið, þetta er bara svona óþægilegt. Já. Ég man eftir á hérna því að vöggustofan Hlíðarenda það var gerð hérna rannsóknarskýrsla það heimili og hérna ég gerði svo þátt vöggustofuna Hlíðarenda og líka Thorvaldsson félagi líka og talaði við konur sem að sinntu börnunum á þessum tíma
og það var ein þeirra sem segir mér að þegar hún kemur inn á vöggustofuna Hlíðarenda að þá var henni bannað að hlú að börnunum. Þær máttu skipta á þeim, hún varð að mata börnin aftanfrá, hún mátti ekki horfa í augun á þeim, það var semst gert allt til þess að koma í veg fyrir tengsl. Þegar þau komi, hún lýsir þessu, þá fengu þau skilabóðum að vera ekki að taka þau upp þó þau sé grenjandi. Þau hætta því og hún sagði þau hættu því eftir ákveðin tíma vegna þess að þau slöktu á sér og þá það bara semst barni, þetta er bara eitthvað það svona alvarlegasta andlega ofbeldi sem nokkuð barn getur lent í. Það þetta er bara, það getur orðið rosaleg bara hruna á mörgum kerfum. Var þetta einhver hugmyndafræði? Nei, býtu, ég skal fara, af því þú veist að tala því sko að láta vita. Já. Það sem ég langaði mitt að segja þetta er auðvitað þetta svona 1958, 60, minni mig þetta sé eitthvað, en hún allavega segir bara, þetta er ekki lagi. Við eigum, og það bara kemur upp í henni móður eðlið og hún reynir að láta vita og reynir að tala við forstöðukonuna, þá segir forstöðukonan, þú ert ekki mentu fóstra og þú hefur ekki vit á þessu og svo hún bara látin fara í skít og skömm og ég held að sko kannski gegnum tíðina þá búið að vera fullt af fólki sem hefur verið með einhverjum hætti að reyna að láta vita reyna en bara samfélagið þetta kerfi ekki tilbúið til að hlusta og það sem ég allavega finn núna mér finnst samfélagið alltaf vera sko betra og betra í því að taka móti svona upplýsingum. Það heyrir betur í dag heldur bara fyrir 3-4 árum. Þannig að það er líka samfélagsþróunin sem skiptir máli. Stundum heyrum við ekki. Við heyrum ekki hvað verið að benda á. En í dag þá heyrum við þetta. Bara sambandi þetta, ég meina, við vissum ekkert hver viðbröðin yrðu við þessar umfjöllun okkar. Við ímynduðum okkur alveg frá bara mjög litlu viðbröðum yfir í mjög miklu en þau fóru í raun langt umfram það sem okkur datt í hug og það eiginlega mitt fólk hlustar svo vel Þjóðin bara einhvern veginn á hliðinni út af þessu máli og þetta eru eitthvað miklu harðari viðbröðum við byggust við En ég ekki líka bara stóru vonbrigðin að kerfin sem við treystum að þau bara bregðast ítrykkað. Heyrðu, mér langar svo að nefna það, því að þegar að þú varst vinnist í Kastljósi manns þegar brauðvíkumáli kemur upp. Svo allir þessi opbúslega viðbröð, en náttúrulega ennþá meiri viðbröð heldur en í Bakkakotsmálinu, þá fór þjóðin fyrst á hliðina. Við heldum við værum svo góð, munið eftir þessu. Þetta var bara, þetta getur ekki á sér stað á Íslandi. Ekki við. Heyrðu, nei, svo kemur bara rannsóknarnefnd og það bara 11-12 heimili, það sem kemur í ljósa illmeðferð á börnum, svo greiddar út sanngirnisbætur og rannsóknarnefnd, svo bara settur svona rauðu borði og við erum bara, nú það búið. Þetta búið, nú bara kemur ekki upp meira, þetta búið. Þannig að mál sem hafa verið komið upp síðust ár, okkur bregðu svo bara, voru ekki búin að klára það? Já, ekki, ég meina, hvað að okkur? Og hugsa ykkur fjöldan, ég meina að þetta eru þúsundir barna sem voru á vegum ríkisins, bæði á einkaheimilum og á heimilum á þannig að þetta eflaust ekkert búið. Sem betur fyrir hefur niðurstaðan orðið svolítið svo að frekar reyna að styðja foreldra til þess að sjá börnin sín heldur en að vera alltaf að senda börnin á heimili. Þú veist, það var svo niðurstað, en svo getur komið upp það miklir hegðunarerfiðleikar hjá barni að það hreinlega getur ekki verið heima hjá sér. Eða bara foreldrar missa tökin á því. En það var niðurstaðan vegna þess að það var svo mikill fjöldi barna sem var settur á einhvers konar vistheimili. Bara það var bara eins og úlingaheimili ríkisins. Það var bara einhver strákur sem kannski var að stela út í búð og var fullur, kannski 11 ára, bara úlingaheimili, var þar bara í hálft ári Ég man þegar ég var úlingur í Kópavogi að þetta vofði alltaf yfir manni að ef maður væri óþekkur þá færi maður upptökuheimili en mér langar bara rétt í lokin að vera svona aðeins á persónulegri nótunum vegna þess að
það alltaf verið að tala að fjölmiðlamennska og blaðamennska sé einhvern veginn komin að fótum fram og blaðamenn séu svoleiðis að hrynja úr stéttinni og hvaðina, svo koma svona sterkar umfjallanir sem að sýna að við erum sterk þegar við fáum svigrúm og tíma til að vinna svona mál. Sko, að því að þetta hefur tekið langa tíma og þetta tekur gríðarlega á. Það freistir þín ekkert að fara á kaf í svona bara í næstu viku eða þann næstu viku. Sko, sýnir þetta ekki fyrsta lagi mikilvægi fréttamennskunnar og þegar við fáum svigrúm til að kafa í málin og í öðru lagi að það sé nægur mannskapur til að taka við næsta máli og næsta máli svo að menn bara dreynist ekki upp. Jú, ég held að það sé alveg hárétt og ég vona að þetta sýnir fram á mikilvægi þess sem við erum að gera á hverjum degi sko. Ég náttúrulega í algjörri forréttindastöðu að vera í þessu prógrami Kveik sko og fekk rosalega mikið svigrúm hjá mínum yfirmönnum til þess að vera með þetta mál bara nánast eingöngu í hálft ár þegar menn áttu að sjá umfangið þess að þetta bara þyrfti tíma, þetta myndi taka tíma. En jú, svo er það hitt að vissulega maður bara dálítið búinn á því eftir svona umfjöllun, þannig að maður þarf eiginlega að fá smá svigrúm til að anda áður en maður fer í næsta mál. Og þetta er ekki bara tímarnir sem fóru í þetta er bara andlegu áhrifin að setja sig inn í málin og upplifa eiginlega með viðmælduðinum. Já, mér finnst kannski ekki við hæfi sé að kvarta mikið því að ég var ekki þarna á þessum stað sjálfur. Ég er svo sem ekkert að skapa þá stemningu hérna. Fyrst og fremst ég kannski bara að benda á þetta meira en að segja það. Já, ég skal alveg segja það. Þetta tók mjög á bæði mig og Ingvar Hauk Guðmundsson, producent sem að gera þetta með mér. Ég meina, það er mjög erfitt að fjalla svona. Og mér segja, yfirmenn mínir voru líka dálítið búnir á því á köflum sko. Þetta bara tekur á alla að fjalla svona. Sama, Bergur, sko, bæði þetta út með Hjalteramálin og síðan gerum við heimildaþættina með vökustofunar. Nei, vist heimildi segi. Sko, þú eiginlega sagði það áðan að þetta væri bara, þetta tækir alltið svona mikla orku frá þér. Er þetta freistar þetta þín að fara aftur á að kafa í svona umfjöllun? Já, sko, að þú talar fjölmiðla, að þá maður fyrst og fremst og þið eruð örugglega sammála mér báðir því að maður í þessu starfi fyrst og fremst út af hugsjón, út af því að maður vill mögulega að eitthvað sem að maður að varpa ljósa og að það bæti samfélagið, að maður varpi ljósi á sannleikan og mér finnst þetta tekur á svona umfjallanir, það er bara ekki hægt annað, maður væri ekki mannlegur öðruvísi heldur en að þegar einhver situr við hlið á móti manni og fer yfir skelfilega hlutir eins og ofbeldi gagnvart börnum að þá tekur maður það inn á sig og maður hristir það ekkert af sér en ég myndi allan tíma að gera það aftur og ég meiri segja sko ég veit að það eru fleiri alvarleg mál sem þurfa að koma upp á yfirborðið sem þarf að greina frá og ég bara segi við fólk, stíði fram talið við okkur vegna þess að þið sjáu það núna að núna er svolítið líka tími til þess að koma fram og láta vita og ég sagði alltaf við fólk að því maður þið þekkir það báðir maður er reyna að fá fólk sem hefur lent í hræðilegum hlutum til þess að segja frá og fólk á mjög erfitt með það að maður lengi að samfara og maður má ekki bregðast í heldur nei, og maður þarf að sýna virðingum maður má ekki búa til eitthvað fórnalamb maður þarf að líka sýna fólki sko, þetta er svo miklar hetjur sem að stíga svona fram en það sagði yfirleitt fólk þegar ég var að reyna að samfara sko, veistu hvað, þú náttúrulega hjálpa sjálf við þér en þú hjálpar ekki síður samfélaginu að við fáum að vita af svona hlutum vegna þess að þannig lærum við það er allavega mín trú eftir sem að við fáum fleiri svona mál upp og við sjáum drulluna hérna í samfélaginu og við lærum að því við förum að þekkja þetta og förum að þekkja einkennin
og ég segi bara hérna, þó að það taki á mig eða eitthvað annað þá myndi taka miklu meira á mig að vita svona málum og við getum ekki gert neitt í því. Já. Það væri sorglegt. En það vona ég líka og kannski ég búin að koma að því nógu oft á framfæri að stjórnvöldum sé alvara með að taka á þessum málum, að þetta sé ekki einhver svona bara málþing til þess að spjalla sig frá þessu og auðvitað ámæður bara treysta því en við þurfum að fylgjast með því líka að Algjörlega. það sé gert og sjá til þess að börnin fullorðna fólki og hjaltir í fái bæturnar sem þeim var lofað. Vöggustofunum, Laugalendi, Varpholt, Bakkakoti Já. og öllum þessum heimilum sem er eftir að koma, við erum einhvern veginn að búa til ramma utan um þetta kerfi. Berghildur, Jóhann, takk kærlega fyrir komin. Takk fyrir. Takk.